Kristján Skarphéðinsson á Akureyri, kenndur við Amaró, hefur verið viðriðinn verslunarrekstur í Hafnarstræti á Akureyri í áratugi. Amaró húsið er víðfrægt. Kristján hefur undanfarin ár rekið verslunina Valrós ásamt heildverslun. Hann hefur nú lokað versluninni í göngugötunni og flutt hana upp á Brekku þar sem heildverslunin er til húsa. Það gekk út að það að reyna að selja plásið til að geta flutt á nýjan stað. Þannig að þú ert ekkert að leggja árar í bát? Nei, það er ekki í boði. Ég veit að þú verður 70 síðar á þessu ári. Einhver hefði nú sagt að nú væri bara nóg komið. Já, flestir hefði nú dæmt að þannig, sko. Ég hef gaman að þessu. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Já. Og svo er bara neytendurnir, þau vilja ekki, ég hætti. Þannig að þetta er á þeirra ábyrgð. Þú ert, Kristján í Amaró. Já. Svona Amaró, ég var í eina tíð á 6 hæðum hérna í göngugötunni. Já, það er rétt. Það var náttúrulega meðan að klæðagerðin Amaró var í gangi líka. Þá var hún á 2 efstu hæðunum. Svo náttúrulega hætti hún þegar frelsið kom í innflutningin. En að vera kallaður þetta eða kenndur við Amaró, þú kannt bara vel við það? Já, ég kallaði mig sjálfur það. En ef þú svona, horfir á söguna í þessa áratugi, þá hafa nú væntanlega orðið mikla breytingar í verslunarrekstri. Já, það er gríðarlega breytingar frá upphafsárunum mínum, sko. Þegar allt var tollað í hvað segir maður, í dauðan raunulega, sko, innflutningurinn, sko. En síðan náttúrulega fór að draga úr því og svo kemur frelsið og þetta var bara allt annað líf í þá daga, miðað við það sem er í dag. Innkaupin þau eru miklu einfaldari í dag, væntanlega. Já. Það er náttúrulega gerir allt þetta kerfi, sem sagt, tölvurnar og annað, maður pantar allt svoleiðis. Þú manst á tíma bara þegar faxtækið var ekki einu sinni, komið? Akkurat. Og það var ekki einu sinni, manni var ekki leyft að hringja erlendis. Það þótt á dýrt. Það var að skrifa bréf. En hvernig er þetta í dag? Þú flytur, þú ert með ansi umfangsmikla heildverslun. Já, ég er það. Flyt inn meira og minna það sem er hér í búðinni, sko. Og selur svo víð um land? Já, sel til fjölda fyrirtækja. Áfram svona breytingarnar, til dæmis bara peningar, þeir sjást varla í dag, þetta er allt með kortum. Það er meira og minna. Það er ábyggilega 80%, 90% kort. En hitt er til. En þú manst þá tíma þegar að geymslurnar, Þorláksmessa, þá bara þurfti að tæma kassana nokkrum sinnum á dag? Já, það var svona yfir 3 á dag. Svo var bara kona í að búnta og telja. Já, það var þannig, það var kona í að búnta. Já, þá var nú bara 5 kallinn og 10 kallinn. Og það var nú mikið sem hann var notað. Svo kom 50 kallinn. Og svo 100 kallinn kannski. En þetta gengur alltaf út af því sama, samt sem áður, það er að þjónusta kunnan. Já. Það er bara kerfin hjálpa til, skiljiði, tölvukassarnir og allt þetta, pósarnir. En það er ekki öllum gefið, Kristján, að vera í verslunarrekstri. Þetta er þjónustu starf mikið til. Já, það er það. Og það er náttúrulega eins og þegar ég er að byrja, þá er ég sölumaður hjá fyrirtækinu. Þá var ég að þjónusta kaupfélögin all land sem voru í kringu 50. Þetta var mikil vinna og maður þurfti nú að vera þjónustu lipur. Þú hefur væntanlega kynnst mörgum? Já, óskaplega mörgum. Heldur þú hafi nú tölu á því hversu mörg bollapör þú hefur selt eða hnífapör? Nei. Þetta eru orðin, þetta eru milljónir stykkja sem maður er búin að vera að flytja inn og selja. Það er alveg ljóst. Þannig að ungar konur sem að koma til þín fyrir einhverjum áratugum, þær eru að koma með börnin sín núna eða jafnvel barnabörnin? Já. Þetta er 3. kynslóðin. Hún er komin í gang. En þú ert semst að flytja upp á Brekkuna? Já, ég á pláss upp í Víðilundi, þess að Rauði krossin er. Og ég ætla bara að nýta mér það að hafa bæði fyrirtækið þar. Já, svona bæði heildverslunina og svo smásöluna, já. Er þetta alltaf jafn gaman? Já, það er það. Annars var ég löngu farinn. En kveðurðu göngugötuna með söknuði? Já, ég geri það. Það er eðli málsins, maður er alinn upp hér. En svona verða bara vistaskiptin. Það eru breytingum, þetta er allt breytingum á.
Og þú verður áfram Kiddi í Amaró? Já, já. Það verður engin breyting á því að menn í stendi í báðar.